Pavel Bartošek, Já, kæru vinir, ég ætla að þakka formanni nefndar A fyrir góða yfirferð. Nú, það ákvæði þjóðkirkju sem mér mest hugleikið þarna inni og ég skil kannski þessa þrautar lendingu sem nefndin leggur upp með að bera upp það undir þjóðaratkvæði hvort það skuli vera þjóðkirkja hér á Íslandi eða ekki. Hins vegar þá mér það nú til efs hvort að það sé heppilegt fyrirkomulag. Ég almennt, ég held að beint lýðræði og þjóðaratkvæðislu geti þjóna ákveðnu hlutverki. Ég meira efins að hvað miklu leyti hendi í stjórnarskrá breytingum. Ég ennþá meira efins að hvað miklu leyti hendi í mannréttindamálum og mér eiginlega þetta mál svona efst í hugum mál sem henda illa til slíkra þjóðaratkvæðagreiðsla. Hugsum aðeins fordæmi, hugsum þetta lengra, menn verða á báðum rauninni, sama hvað pól þeir eru átta sig á því að slík þjóðaratkvæði endar með einhverjum hætti. Séu menn til dæmis fylgjandi því að aðskilja á milli ríkis og kirkju með fullum hætti, þá hefur þjóðaratkvæðagreiðsla í þá átt að gera það ekki. Hún hefur náttúrulega bindandi áhrif svona allavega í töluvert langan tíma. Geta mynda upp sig og það endilega heppilegt og það endilega líklegasta leiðin til að ná fram því markmið sem henni vilja. Síðan þetta að hugsa fordæmi líka. Ef að við ákveðum núna árið 2011 að það sé eftir lægi að láta meirihluta þjóðarinnar ráða því hvort það sé einhver segjum opinberið að stofnanir myndu trúarbrögð á Íslandi, þá getur verið að einhvern tímann síðar meir sé fordæmi fyrir því að gera það aftur og ákveða einhver önnur trúarbrögð sé það. Og ég myndi ekki telja að það væri sérstaklega heppilegt. Þannig að ég skil þessa tilraun til þrautalendinga sem menn hafa náð og ég skil að sumir hallist jafnvel að því að þetta þurfi samkvæmt núverandi 79. grein stjórnarskrá að fara fyrir þjóðaratkvæði. Því ég reyndar alls ekki sammála og tel að það einungis við ef þeim málum sé breytt með lögum en ekki ef að stjórnarskrárgreininni sjálfur breytt. En þetta má deila. Ég myndi frekar leggja til að við myndum reyna að ná ákveðinni lendingu í þessu máli eins og mjög margar þjóðir hafa gert sem þó tilgreina einhver trúarbrögð í sínum stjórnarskrám án þess þó að veita slíka stofnanabundna og opinbera viðurkenningu. Ég því með breytingatillögu sem ég hef borið upp og sem einhvern umræðu grundvöll undir þessi mál og ég ætla aðeins að skýra hana. Það nefnilega tveir hlutir hér á ferðinni. Annars vegar það hinn opinberi þáttur sem fæst í viðurkenningu á hinni lúthersku evangelísku þjóðkirkju sem trúarbragða sem hafa einhver ákveðna stofnanabundna stöðundam umfram önnur, sem það sem kannski þeim sem vilja aðskilja þar á milli efst í huga. Hinn bóginn þá það þetta þjónustu hlutverk sem þetta trúfélag hefur oft umfram önnur í ljósi þess hve margir landsmenn tilheyra því. Og þeir sem á móti því aðskilja þar á milli benda oft ákveðnar áhyggjur af þessum seinni parti. Það að segja að það myndi kannski vera erfiðara að reka kirkjugarða, það væri laun presta þyrftu að vera greidd með öðrum hætti. Mér finnst þetta seinna atriði ekki eitt stórt mál í mínum huga. Það bara eitthvað sem á ráða hverju sínu. Ríkið getur ákveðið að gera samninga við hvaða félag sem og hvað sem Þess vegna byggir mín breytingatillaga á uppleggi sem að finna í finnsku stjórnarskránni og með orðalagi úr kirkjulögum og myndi hljóða svo: í lögum má kveða stöðu, stjórn og starfshætti hinnar lúthersku evangelísku þjóðkirkju. Í þessu breytingin á því sem nú felst á því að það ekki verið að gefa til kynna til séu ein trúarbrögð sem hafi sérstaka stöðu umfram önnur, en orðalagi sem vísar í kirkjulögin kveður þá skýrt á það og ekki þurfa að breyta núverandi lögum til þess að þjóðkirkja eins og geti samt haldið áfram störfum sínum og breytt. Nú, orðið þjóðkirkja kemur áfram fyrir í stjórnarskránni, en það auðvitað sá kannski munur á að nú verið að vísa til nafns ákveðs trúfélags, en ekki endilega verið að segja að þetta sé sú kirkja sem þjóðin hafi. Það auðvitað ákveðin munur þar á, en ég alveg tilbúin að gefa öllum heimild til þess að kalla sig nákvæmlega það sem vilja. Kaþólska kirkjan til dæmis, ég held að það nafn þýði hinn almenna kirkja. Þannig að menn geta auðvitað valið hvað nafn sem vilja og þjóðkirkjan bara fínt og gott nafn yfir þetta trúfélag. En það ekki endilega þarf að leggja þann skilning í það
að þetta sé einhvers konar kirkja sem njóti meiri réttinda að hálfu þjóðarinnar heldur en einhver önnur. Þannig að þetta myndi vera mitt upplegg og ég myndi leggja mikla áherslu á okkur að við reyndum að ná saman eina tillögu sem færi hérna út til þess að við þyrftum ekki að grípa til þjóðaratkvæðagreiðslu þetta mál sem ég tel satt að segja hendi illa til þess. Takk.